AA-bókin, 5. kafli, svona náum við árangri. Við höfum sjaldan séð þeim mistakast sem fetuðu einarlega í fótspor okkar. Þeir sem ekki ná bata eru einstaklingar sem hafa hvorki getu né vilja til að gefa sig þessari einföldu leið algjörlega á vald, oftast konur og karlar sem hafa ekki andlega burði til að vera heiðarlega hvort sjálfum sér. Sumir eru svona ógæfusamir. Þetta er ekki þeim að kenna, heldur virðist það meðfætt. Þeim er fyrirmunað að skilja og temja sér lífshætti sem krefjast strangs heiðarleika. Batalíkur þeirra eru undir meðalagi. Einnig er til fólk sem þjáist af alvarlegum tilfinningakvillum og geðröskunum en nær samt bata ef því tekst að sýna heiðarleika. Í sögum okkar er sagt frá því hvernig við vorum, hvað gerðist og hvernig við erum núna. Ef þú vilt öðlast það sem okkur hefur hlotnast og ert fús til að leggja hart að þér til að ná því, þá ertu reiðubúin til að stíga ákveðin spor. Við hikuðum andspænis sumum þeirra. Héldum að við gætum fundið auðveldari og þægilegri leið, en það var ekki hægt. Við byggjum ykkur í fyllstu alvöru að óttast ekki og leggja ykkur öll fram alveg frá upphafi. Sum okkar hafa reynt að halda áfram í gamlar hugmyndir, en árangurinn var enginn fyrir en við slepptum algjörlega af þeim takinu. Munið að við eigum í höggi við áfengi, lævísan, kvikulan og öflugan andstæðing. Við ráðum ekki við hann án hjálpar. En einn er sá sem allt vald er gefið og það er Guð. Megir þú finna hann nú. Allt hálfgák reyndist okkur gagnslaust. Við stóðum á krossgötum. Við báðum vernd Guðs og umhyggju af heilum hug. Hér eru sporin sem við stigum og bendum á sem leið til bata. Fyrsta, við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart áfengi og að við gætum ekki lengur stjórnað eigin lífi. 2. Við fórum að trúa að máttur okkur aðri gæti gert okkur andlega heilbrigð að nýju. 3. Við tókum það ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjá Guðs samkvæmt skilningi okkar á honum. 4. Við gerðum rækilega og óttalaust siðferðileg reikningsskil í lífi okkar. 5. Við játuðum misgjörðir okkar fyrir Guði, sjálfum okkur og annari mannesku og nákvæmlega hvað í þeim fólst. 7. Við vorum þess albúin að láta Guð fjarlægja alla skapgerðarbrestina. 7. Við báðum Guð í auðmýkt að losa okkur við brestina. 8. Við skráðum misgjörðir okkar gagnvart náunganum og urðum fús til að bæta fyrir þær. 9. Við bættum fyrir brot okkar millilega laust svo framarlega sem það særði engan. 10. Við iðkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum yfirsjónir okkar umsvifalaust. 11. Við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við Guð, samkvæmt skilningu okkar á honum og báðum það eitt að vita vilja hans og hafa mátt til að framkvæma hann. 12. Við urðum fyrir andlegri vakningu við stigum þessi spor og reyndum því að flytja öðrum alkohólistum þennan boðskap og fylgja þessum megin reglum í lífi okkar og starfi. Mörg okkar andmælti og sögðu, hvílík fyrirmæli, þessu get ég ekki farið eftir. Látið ekki hugfallast. Ekkert okkar hefur náð að fylgja þessum grundvallar reglum algjörlega. Við erum engin dýrlingar. Það sem skiptir meginmáli er að við séum fús til að þroskast andlega. Reglurnar sem við skráðum eru vörður á þeirri þroskalið. Við sækjumst fremur eftir andlegum framförum en fullkomnun. Lýsing okkar á alkohólistanum, kaflinn sem skrifaður fyrir efahygjumenn og persónuleg reynsla okkar fyrr og nú leiða í ljós 3 staðreyndir sem skipta máli. A. Að við vorum alkohólistar og gátum ekki stjórnað eigin lífi. B. Að sennilega hefði engin mannlegur máttur geta leyst okkur úr viðjum alkohólismans. C. Að Guð bæði gat það og vildi ef til hans var leitað. Þegar við höfum sannfærst þetta vorum við komin að 3. spórinu sem felur í sér að við ákváðum að fela líf okkar og vilja umsjá Guðs samkvæmt skilningi okkar á honum. Spurningin er svo hvað við meinum með því og hvað við ætlum að gera í því. Fyrsta skilyrðið er að við látum sannfærast að líf eftir eigin geðþótta geti varla verið farsælt. Með slíkri afstöðu eru við sífellt upp á kant við eitt og alla, jafnvel þótt okkur gangi gott eitt til. Flestri vilja lifa lífinu eftir eigin höfði og eru eins og leikari sem vill stjórna allir sýningunni. Hann reynir endalaust að stýra ljósunum, stjórna dönsurunum, sviðsmyndinni og öllum hinum leikurunum svo honum sjálfum líki.
Ef bara væri farið að ráðum hans, ef bara allir færu að vilja hans, þá yrði sýningin stórkostleg. Þá yrðu allir ánægðir, hann líka, lífið yrði dásamlegt. Leikarinn á það til að sýna snilldartakta í þessari viðleitni sinni. Hann er ljúfur, tillitsamur, þolinmóður, örlátur, jafnvel lítillátur og fórnfús. Hins vegar getur hann líka verið andstyggilegur, sjálfselskur, eigingjarn og óheiðarlegur. En sennilega sýnir hann á sér ýmsar hliðar eins og við flest. Hvað gerir svo yfirleitt? Sýningin tekst ekkert sérlega vel. Honum fer að finnast lífið leika hann grátt. Hann ákveður að gera enn betur. Í næsta skipti verður hann ennþá ósvífnari eða ennþá elskulegri, allt þetta því hvað hann telur henta betur. Samt leiksýningin honum ennþá ekki að skapi. Þótt hann viðurkenni að það kunni að vera hans eigin sök að einhverju leyti, hann sannfærður að það sé samt aðalega öðrum að kenna. Hann reiðist, móðgast, fyllist sjálfsvorkunn. Hvar skyldi nú hnífurinn standa í kúnni? Hann ekki bara að þjóna eigin hagsmunum, jafnvel þegar hann reynir að vera elskulegur? Hann ekki fórnarlamb þeirra blekkingar að honum takist að höndla hamingju og lífsfyllingu bara ef honum tekst að hafa nógu góða stjórn á hlutunum? Sjá ekki allir hinir leikararnir að það er þetta sem hann sækist eftir? Og verður framkoma hans ekki til þess að allir vilja svara í sömu mynt og fá sjálfur sem mest út úr sýningunni? Það ekki þannig að jafnvel þegar best lætur veldur hann fremur sundrung en samlyndi? Þessi leikari er eigingjarn eða sjálfhverfur eins og það er orðað nú til dags. Hann er eins og kaupsýslumaðurinn sem er hættur störfum og flatmagar í sólinni á Flórída á veturna og kvartar undan því hvað illa sé komið fyrir þjóðinni. Presturinn sem andvarpar yfir syndum 20. aldarinnar, stjórnmálamenn og umbótasinnar sem halda að heimurinn væri allur eitt sæluríki bara ef aðrir hegðuðu sér betur, afbrotamaðurinn sem finnst þjóðfélagi vera á móti sér og alkohólistinn sem hefur mist allt og búið að vista á stofnun. Það er sama þótt við möldum í móin, erum við ekki flest upptekin á okkur sjálfum, eigin gremju og sjálfsvorkunn. Eigingirni, sjálfselska. Við teljum að þar liggi rótin að vanda okkar. Knúin áfram af ótta, sjálfsblekkingu, eigingirni og sjálfsvorkunn í ótalmyndum tróðum við náunga okkar tær og hann svarar í sömu mynd. Stundum finnst okkur fólk særa okkur að tilefnislausu, en svo komumst við undantekningarlaust að því að einhvern tímann tóku við eigingjarnar ákvarðanir sem síðar leiddu til þess að við urðum særð. Þess vegna álítum við að vandræði okkar séu yfirleitt sjálfsköpuð. Þau eiga upptök í okkur sjálfum og alkohólistinn er skýrt dæmi sjálfshyggju sem hefur farið úr böndunum þótt yfirleitt sjái hann það ekki sjálfur. Það er lífsnauðsynlegt fyrir okkur alkohólistana að losna við þessa eigingirni. Við megum til, annars gerir hún út af við okkur. Með Guðs hjálp þetta mögulegt. Oft virðist engin leið að losna við sjálfshyggjuna án hans hjálpar. Mörg okkar voru afskaplega siðferðilega og heimspekilega þenkjandi, en okkur tókst ekki að haga lífi okkar í samræmi við það, hversu mikið sem okkur langaði til þess. Ekki gátu við heldur dregið úr sjálfselskunni með óskunum einum eða fyrir eigin viljastyrk. Við þurftum okkur hjálp Guðs að halda. Þannig standa málin. Fyrst af öllu urðum við að hætta að leika Guð því það gekk einfallega ekki. Því næst tókum við það ákvörðun að upp frá þessu skyldi Guð vera leikstjórinn í lífi okkar. Hann er forstöðumaðurinn, við erum erindrekar hans. Hann er faðirinn, við erum börn hans. Flestar góðar hugmyndir eru einfaldar og þessi hugmynd varð hornsteinninn af þeim nýja sigurboga sem við gengum undir í átt til frelsis. Þegar við tókum þessa afstöðu í einlægni fóru alls konar merkilegi hlutir að gerast. Við höfðum fengið nýjan vinnuveitinda. Þar sem hann var almáttugur veitti hann okkur það sem við þörfnuðumst ef við héldum okkur að honum og unnum vel fyrir hann. Þegar við höfðum náð þessari fótfestu hugsuðum við æ minna okkur sjálf, eigin áætlanir og ráðabrugg en fengum meiri áhuga á því hvaða skerf við getum lagt til lífsins. Þegar við fundum nýjan kraft flæða okkur, hugan kyrrast, sáum við að við gátum borið höfuðið hátt og urðum meðvituð nálægð Guðs, þá hættum við að kvíða deginum í dag, morgundeginum og því sem framtíðin bæri í skauti sér. Við vorum endurfædd. Nú vorum við komin að þriðja sporinu. Mörg okkar sögðu við skapara sinn og samkvæmt skilningi okkar á honum: Guð, ég fel mig þér á vald svo að þú getur mótað mig og gert við mig það sem þér þóknast. Leistu mig úr fjöturum sjálfshyggjunnar svo að ég megni betur að gera vilja þinn.
Taktu frá mér erfiðleikana svo að sigurinn yfir þeim geti orðið þeim sem ég vil hjálpa vitnisburður mátt þinn, kærleika og lífið með þér. Hjálpaðu mér að fara ævinlega að vilja þínum. Við hugsuðum okkur vel áður en við tókum þetta spor, vildum vera vissum að við værum reiðubúin, að við gætum loksins falið okkur algjörlega umsjá hans. Okkur þótti mjög æskilegt að stíga þetta andlega spor með skilningsríki manneskju, til dæmis maka okkar, besta vini eða andlegum leiðtoga. En það betra að standa einsamall frammi fyrir Guði heldur en með einhverjum sem kannski misskilur þetta. Við gátum auðvitað orða þetta eins og okkur sýndist ef tjáningin var bara skýr og afdráttarlaus. Þetta var aðeins byrjun, en ef hún var framkvæmd af heiðarleika og í auðmýkt gátu áhrifin strax verið stórkostleg og stundum var hægt að finna strax fyrir þeim. Því næst hófum við að krafti undirbúning þess mikla verk sem beið okkar og fólst fyrsta skrefið í því að gera persónulega hreingerningu, en fæst okkar höfðu nokkuð tíma reynt að gera slíkt. Þó svo að ákvörðun okkar væri lífsnauðsynleg og afgerandi spor, gat hún ekki haft nein varanleg áhrif nema við tækjumst tafarlaust á við hið erfiða verkefni að horfast í augu við hvað það væri í eigin fari sem stóð okkur fyrir þrifum og losna frá því. Áfengið var ekkert nema einkenni. Þess vegna þurftum við að átta okkur á orsökum og samengi hlutana. Við hófumst í handa við að rannsaka okkur sjálf. Þetta var fjórðasporið. Fyrirtæki sem ekki gera vörutalningu reglulega verða yfirleitt gjaldþrota. Vörutalningi fyrirtæki gegnir því hlutverki að finna út hver staða þess og horfast í augu við hana. Markmið hennar að leiða í ljós ástand vörubirgða, finna skemmdar og óseljanlegar vörur og losa fyrirtæki við þær hratt og hiklaust. Ef eigandi fyrirtækis vill ná árangri í viðskiptum verður hann að vera raunsær í matinu á vöru sinni. Við fórum nákvæmlega eins við að skoða eigið líf. Við gerðum heiðarlega vörutalningu. Fyrst reyndum við að finna hvaða brestir það voru í okkur sjálfum sem höfðu komið okkur í þvílík vandræði. Þegar við höfðum sannfærst að það var sjálfshyggjan sem hafði orðið okkur að falli með svo margvíslegum hætti, gátum við farið að skoða hvernig hún birtist helst í lífi okkar. Helsti skaðvaldurinn gremjan. Ekkert hefur jafn eyðileggjandi áhrif á alkohólista og gremja. Til hennar má rekja alls konar andlega sjúkdóma því við hefum ekki bara verið hugarfarslega og líkamlega veik, við höfum líka verið andlega sjúk. Þegar við höfum sigrast á hinum andlega sjúkleika, náum við bæði hugarfarslegu og líkamlegu heilbrigði. Þegar við fórum að takast á við gremjuna, skrifum við niður hvað olli henni. Við gerðum lista yfir fólk, stofnanir og ýmsar grundvallarreglur sem við vorum gröm út í. Við spurðum okkur sjálf af hverju við varum gröm. Yfirleitt komumst við að raun að það var sjálfsvirðing okkar, fjárhagurinn, metnaður eða sambandi við annað fólk, þar með talið kynferðilegt samband sem hafði orðið fyrir skakkaföllum. Þess vegna vorum við sár, við vorum yfirfull af gremju. Við hvert nafn sem við skráðum á gremjulista okkar skrifuðum við einnig orsök gremjunar. Var það sjálfsvirðingu okkar, öryggi, metnaði, vináttusambandi eða kynferðislegu sambandi sem hafði verið ógnað. Við vorum yfirleitt jafn nákvæm og eftirfarandi dæmi sýnir. Ég gröm eða gramur út í, Herra Brown, ástæða áhugi hans á konunum minni. Hefur áhrif á kynferðismál eða sjálfsvirðing, ótti innan svega. Ástæða, hann sagði konu minni frá því að ég ætti ástkonu. Hefur áhrif á sjálfsvirðing, ótti innan svega, kynferðismál. Ástæða, hann geti mikið starfið mitt á skrifstofunni. Hefur áhrif á afkomu öryggi, sjálfsvirðing, ótti innan svega. Ég gröm eða gramur út í frú Jones. Ástæða, hún astni, hún virti mig ekki viðlits. Hún lét setja manninn sinn inn vegna drykkju. Hann vinur minn. Hún kjaftakerling. Hefur áhrif á vináttusamband, sjálfsvirðing, ótti innan svega. Ég gröm eða gramur út í vinnuveitanda minn. Ástæða, ósangjarn, óréttlátur, yfirlætislegur. Hefur áhrif á sjálfsvirðing, ótti innan svega. Ástæða, hótar að reka mig vegna drykkju og of mikils reisnukostnaðar. Hefur áhrif á afkomu öryggi. Ég gröm eða gramur út í konuna mína.
Ástæða, misskilur og nöldrar hefur áhrif á stolt. Ástæða, líkar vel við Brown hefur áhrif á vinátta, kynferðismálin. Ástæða, vill láta setja húsið á sitt nafn hefur áhrif á afkomu öryggi, ótti innan svega. Við litum tilbaka yfir líf okkar. Hér dugði ekkert nema nákvæmni og heiðarleiki. Að þessu loknu íhuguðum við skrif okkar vandlega. Það var augljóst að heimurinn og manneskjurnar í honum höfðu oft mjög rangt fyrir sér. Fæst okkar náðu lengra en að draga þá ályktun að aðrir hefðu á röngu að standa. Útkoman varð yfirleitt svo að fólk hélt áfram að gera okkur rangt til og við héldum áfram að vera sár. Í sumum tilfellum fundum við til iðrunar og vorum þá sár út í sjálf okkur. En því meir sem við börðumst og reyndum að fá vilja okkar framgengt, því verð gekk okkur. Þetta var eins og í stríði, sigurvegarinn vann bara sýndarsigur. Sigurgleði okkar var skammvinn. Það liggur í augum uppi að djúpstæð gremja leiðir aðeins til óhamingju og tilgangsleysis. Í sama hlutfalli og við leyfum slíku ástandi að viðgangast, eyðileggjum við fyrir okkur tíma sem hefði geta verið ánægjulegur. Fyrir alkóhólista sem byggir batavon sína á því að viðhalda andlegri reynslu og þroskast með henni er gremja grafalvarlegt mál. Við lítum svo á að hún sé banvæn. Þegar við burðumst með slíkar tilfinningar, útilókum við okkur sjálf frá henni andlegu birtu. Þá nær vitfirring áfengisins tökum á okkur og við byrjum aftur að drekka. Og fyrir okkur jafngildir drykkjan dauða. Ef við áttum að halda lífi, urðum við að losna við reiðina. Við gátum ekki leyft okkur fílu og æsing. Aðrir kunna að geta leyft sér þann vafasama munað, en fyrir alkóhólista er slíkt algjört eitur. Við skoðuðum listan aftur því að þar var að finna lykilinn að framtíðinni. Við vorum reiðubúin að leita hans frá allt öðru sjónarhorni en áður. Það fór að renna upp fyrir okkur að við höfðum látið stjórnast af öðru fólki og ytri aðstæðum. Við slíkar aðstæður gat það reynst okkur lífshættulegt að halda að aðrir kæmu illa fram við okkur, hvort sem fótur var fyrir því eða ekki. Hvernig gátum við losna við slíkt hugarfar? Okkur var ljóst að við þurftum að ná tökum á allir þessari gremju, en hvernig? Það var ekki hægt að óska sér þess að hún hyrfi bara, ekki frekar en áfengið. Þetta var stefnan sem við tókum. Við gerðum okkur grein fyrir því að fólkið sem hafði komið illa fram við okkur var ef til vill andlega sjúkt. Þótt okkur gæðaðist hvorki að sjúkdómseinkenninum né áhrifunum sem þau höfðu á okkur, þá skildum við að þetta fólk var veikt eins og við sjálf. Við báðum Guð að hjálpa okkur að sýna því sama umburðarlyndi, samúð og þolinmæði og við myndum með glöðu geði sýna veikum vini okkar. Ef einhver kom illa fram, hugsuðum við með sjálfum okkur, þetta er veik manneskja. Hvernig get ég hjálpað henni? Forðastu mér frá að reiðast, Guð, verði þinn vilji. Við forðumst að svara í sömu mynt eða standa í þrasi. Við kæmum ekki þannig fram með veikt fólk. Ef við gerum það, missum við að tækifæri til að verða að liði. Við getum ekki komið öllum til hjálpar, en Guð mun að minnstakosti kenna okkur að líta á hvern og einn af velvild og umburðarlyndi. Við snerum okkur aftur á listanum okkar. Við hættum að einblína á rangindi annara og fórum að skoða okkar eigin mistök af einurð. Hvenær höfðum við verið eigingjörn, óheiðarleg, sérplægin og óttaslegin? Þótt sumt sem farið hafði miður væri ekki bara okkur að kenna, reyndum við að líta fram hjá þætti annara sem tengdust málinu. Í hvaða tilvikum gátum við sjálfum okkur kennt? Reikningsskilin beindust að okkur sjálfum, ekki öðru fólki. Við skráðum misgjörður okkar þegar við komum auga á þær. Þannig höfðum við þær svart á hvítu fyrir augunum. Við viðurkenndum misgjörður okkar undanbragðalaust og erum fús til að bæta fyrir þær. Takið eftir að orðið ótti er sett í sviga hjá erfiðleikunum sem við nefnum í samskiptu við herra Brown, frú Jones, vinnuveitandan og eiginkonuna. Þetta litla orð snertir á einhvern hátt flest svið lífs okkar. Það var eins og illur og eyðileggjandi þráður í lífi okkar og algjörlega samofin því. Keðjuverkandi áhrif óttans komu okkur í erfiðar aðstæður sem okkur fannst við ekki eiga skilið, en höfðum við ekki sjálf sett þessa keðjuverkun í gang. Stundum finnst okkur að það ætti að setja ótta í sama flokk og þjófnað. Ótti virðist valda ennþá meiri vandræðum. Við fórum vandlega gegnum allt sem olli okkur ótta og settum það á blað, líka þau atriði sem ekki tengdust neinni gremju.
Við spurðum sjálf okkur hvers vegna við varum hrædd. Var það ekki sjálfstraustið sem hafði verið að bregðast okkur? Sjálfstraust var gott svo langt sem það náði, en það náði bara ekki nógu langt. Sum okkar höfðu haft mjög mikið sjálfstraust hér áður fyrr, en það leysti hvorki þann vanda sem óttinn skapaði né annan vanda. Og ef sjálfstraustið leiddi svo bara til sjálfumgleði, þá var það til eins verra. Ef til vill til betri leið, við álítum að svo sé. Við höfum öðlast nýjan lífsgrundvöll, grundvöll sem byggir á trausti og trú á Guð. Við viljum heldur treysta almáttugum Guði en okkur vanmáttugum mönnum. Það Guð sem ákveður hlutverk okkar í heimi hér. Í sama mæli og okkur tekst að lifa samkvæmt því sem við höldum að sé hans vilji og treystum honum í auðmýkt, gerir hann okkur færari að mæta mótlæti með æðruleysi. Við byggjum engan afsökunar á því að við skulum treysta skapara okkar. Það frekar að við brosum að þeir sem telja það bera vott veikleika að vera andlega sinnaður. Þvert á móti það styrkleikamerki. Reynsla aldanna sýnir að trúin leiðir af sér hugrekki. Trúaðir menn eru hugrekkir, þeir treysta Guði sínum. Við þurfum aldrei að afsaka Guð. Þess í stað látum við hann að gera það sýnilegt á okkur hvers hann megnugur. Við byggjum hann að taka frá okkur óttan og beina athygli okkar að því hvers hann væntir af okkur. Og leið byrjum við að ná tökum á óttanum. Nú skulum við líta á kynlífið. Það þurfti að taka mörg okkar rækilega í gegn á því sviði. Við reyndum fyrst og fremst að beita skynseminni í þessu máli. Það svo auðvelt að villast að leið. Við sjáum skoðanir manna að fara út í öfgar á þessu sviði, jafnvel fáránlegar öfgar. Sumir fullir það að kynlíf sé físt sem eigi rót sína í hinum lægri eðliskvötum, kynlíf sé nauðsynleg frumþörf til getnaðar. Svo eru aðrir sem fá aldrei nóg af kynlífi, þessir sem gráta það að hjónabandið skyldi vera sett á stofn og telja að flest vandræði mannkynsins megi rekja til kynferðismála. Þeim finnst vanta meira kynlíf eða það eigi að vera öðruvísi. Þeir sjá allstaðar merki mikilvægi þess. Ýmist mælt gegn öllu sem kryddar eða mælt með kryddinu einu saman. Við viljum ekki taka þátt í svoleiðis deilum. Við höfum engan áhuga á að fella einhverja dóma kynlíf annarra. Við eigum öll við einhvern vanda að etja á kynlífsviðinu. Við varum ekki mannleg ef svo væri ekki. En hvað hér til ráða? Við rifjuðum upp hegðun okkar á liðnum árum. Hvenær höfðum við verið eigingjörn, óheiðarleg eða tillitslaus? Hverja höfðum við sært? Höfðum við valdið afbrýðisemi, tortryggni eða beiskju að ósekju? Hvenær lá sökin hjá okkur? Hvað hefðum við frekar átt að gera? Við skrifuðum þetta allt hjá okkur og litum síðan yfir það. Þannig reyndum við að leggja grunn til framtíðar að eðlilegu og heilbrigðu viðhorfi til kynferðismála. Við skoðuðum öll okkar sambönd í þessu ljósi. Höfðum við verið eigingjörn eða ekki? Við báðum Guð að móta viðhorf okkar og hjálpa okkur að lifa samkvæmt þeim. Við höfðum það hugfast allan tíman að kynhvötin gjöf Guðs og þess vegna góð í eðli sínu. Hana á hvorki að nota af léttúð eða eigingirni, né bjóða við henni eða fyrirlíta. Hverjar sem hugsjónir okkar verðum við að vera fús til að vinna að þeim. Við þurfum að vera fús til að bæta fyrir misgjörðir okkar, en gæta þess vel að yfirbót okkar verði ekki til að særa einhvern ennþá meira. Við tökum sem sé á kynlífsmálunum líkt á öðrum vanda sem þarf að leysa. Við hugleiðum og leitum til Guðs með hvert einstakt málefni og munum fá rétta svarið ef við óskum þess. Guð einn getur dæmt kynhegðun hvers og eins. Oft getur verið gott að ráðfæra sig við aðra manneskju en við látum Guð loka dóminn. Við gerum okkur ljóst að það skammt öfgana á milli hjá fólki þegar kynferðismálin eru annars vegar. Við reynum að forðast öfgafullan hugsunarhátt og heilræði. Segjum sem svo að okkur mistakist að ná því takmarki sem við settum okkur. Þýðir það að við séum að leiða fyllir í. Sumt fólk heldur því fram, en það ekki nema hálfur sannleikurinn. Þetta allt undir okkur sjálfum komið og þeim hvötum sem að baki liggja. Ef við iðrumst þess sem við höfum gert og þráum einlaglega að Guð leiði okkur til betri vegar, þá trúum við að okkur verði fyrirgefið og að við höfum lært okkar leksíu. Ef við iðrumst einskis og höldum áfram að særa aðra með framkomu okkar, áreiðanlegt að við munum fara að drekka. Þetta eru ekki einhverjar innantómar kenningar, heldur staðreyndir, byggðar á eigin reynslu. Í stuttum máli sagt kynlífið, við biðjum í einlægni fyrir réttu markmiði, handleiðslu í vafasömum aðstæðum, fyrir heilbrigði dómgreind og styrk til að breyta rétt.
Ef kynferðismálin eru okkur erfið, leggjum við þeim mun meira á okkur við að hjálpa öðrum. Við höfum þeirra þarfir í huga og leggjum okkur fram við að sinna þeim. Það beinir athyglinni frá sjálfum okkur og eigingjörnum hvötum sem myndu valda sársauka ef við létum undan þeim. Ef sjálfskönnun okkar hefur verið ítarleg, höfum við skrifað mikið niður. Við höfum skráð það sem olli okkur gremju og farið vandlega í gegnum það. Okkur varð ljóst hver gremjan var tilgangslaus og hættuleg. Við erum farin að skilja eyðileggingarmátt hennar. Við erum byrjuð að æfa okkur í að sýna öllum mönnum umburðarlyndi, þolinmæði og velvild, líka óvinum okkar. Við lítum á það sem veikt fólk. Við höfum skrifað hjá okkur hvaða fólk við höfum sært með framkomu okkar og erum fús til að bæta fyrir það sem gerðist ef það er hægt. Í þessari bók sérðu því haldið fram aftur og aftur að trúin megnaði að gera það fyrir okkur sem við gátum ekki sjálf. Við vonum að þú hafi nú sannfærst að Guð getur fjarlægt allar hindranir sem sjálfshyggjan hefur lagt milli þín og hans. Ef þú ert nú þegar búin að taka ákvörðun og gera lista yfir helstu annmarka þína, þá er það mjög góð byrjun. Þá ertu búin að kyngja og melta mikilvægan hluta af sannleikanum sjálfa eða sjálfan þig.